Jæja, ég heyri það fuglasöngur í garðinum, svona í bakgrunninum. Heyrir hana? Já. Það veit og gott. Hingað er kominn góður gestur. Það er elsku vinkona mín Anna Guðný Guðmundsdóttir. Stúm okkur íslensku hljómsveitinni. Hvernig komst þú að henni? Já, það var nú einhver frumkvöðl, Guðmundur Emilsson, sem hafði þessa ástríðu að stofna hljómsveit, svona kammerhljómsveit, og einhvern veginn æxlaðist það þannig að ég byrjaði að vinna svolítið fyrir þessa hljómsveit, hún var svona verið að í undirbúningi, ekki það var búið að vera undirbúa stofnunna lengur, ábyggilega 2 ára áður en ég kom þarna að. Og síðan auðvitað varð ég píanóleikari sveitarinnar og svo heppin að svona í þessari stærð og þessu repertoari þá er heilmikið fyrir píanó skrifað og selistu og þarna svona fékk ég mína fyrstu eldskírn í að spila í hljómsveit. Og það við fleiri hljóðfæraleikara. Meinarðu í sem að koma að íslensku? Já, sem að fengu sínu eldskírn þarna. Já, alveg örugglega. Þá var mikið af ungum krökkum sem að fengu þarna ábyggilega ómetanlega reynslu og ég veit að Sigrún Eðvardsdóttir leiddi þarna, hún var nú ekki gömul. En ég held að þú verður kannski bara aðeins líka að segja okkur svona hvernig tilurðin var að hljómsveitinni, því að hún er mögnuð. Hér kemur þá svar við spurningunni að vísu 2 árum of seint.
eða síðar. Við sitjum hér félagarnir Nonni og Gummi og erum að gera þetta viðtal við Önnu Guðnýju birtingarhæft á heimasíðu GE og erum að bæta við músík og ýmsu sem að kemur upp á teningnum í okkar spjalli okkar Önnu Guðnýjar. Og þessi spurning hennar, ég var ekki undir hana búin á sínu tíma, en ég hef hugsað hana í heil 2 ár og því get ég sagt nú að það eiginlega þrennt sem gerir það verkum, eða gerði það verkum að ég hafði áhuga á að stofna tónlistarhóp hér heima á Íslandi. Og það byggir á reynslu minni af því að leika með tónlistarhópum sem ég hafði mikla nautn af að vinna með. Og fyrsti hópurinn var nú svo elskulegur að senda mér línu til Bloomington þar sem ég var að hefja doktorsnám í mínu fagi. Og það var hópur sem kallaði sig Nýju strengjasveitina. Eða Nýja strengjasveitin, skulum við segja. Þetta var Helga Þórarinsdóttir, held ég, sem var aðalegi forsvari þessa hóps, hinn dásamlegi víóluleikur okkar sem forfallaðist allt of snemma. Og svo var Gunnar Kvaran, fyrst var selló og ég held að ég fari rétt með að Laufey Sigurðardóttir hafi leitt fiðlurnar og strengina. Þetta var sem strengjasveit og tónleikarnir fóru fram við áramót eða jafnvel að gamlársdag í Bústaðakirkju og ég held ég fari rétt með það að vera 1980. Og já, ég man held ég verkefnavalið sem að þau lögðu upp með. Það var strembið, flott. Það var symfóní eftir Carl Philipp Emanuel Bach og það eru náttúrulega allar skemmtilegar. Ég man eftir svo Serenuðinni í C-dur eftir Tchaikovsky stóru. Við skulum sjá. Jú, ég man eftir konsertinum, innleikskonsertinum, það var óbókonsert. Þú voru ekki farið með hvað óbókonsert? Barokk. Og varla ég þóra að nefna einleikaran, hét hún ekki Sigríður Vilhjálmsdóttir. Þetta er fyrir hálfri öld, næstum því. Og var hún ekki starfandi í Þýskalandi. Þá man ég sérstaklega eftir yndislegu stykki eftir Samuel Barber sem heitir Adagio for Strings, undurfagurt verk og svona. En ég hafði svo mikla ánægju af þessu að ég held ég gleymi því nú aldrei og tónleikarnir það hafa troðfullt hús í Bústaðakirkju ef maður rétt og bara mikil fögnuður sem ríkti þetta tiltæki þeirra. Nú svo gerist það að það kom aftur ekki löngu síðar melding frá listahátíð í Reykjavík að ég veldi 30 manna hóp
íslenskara, ungara og efnilegra hljóðfæraleikara til þess að mynda kammersveit listhátíðar þá vorið. Og það fór eins. Það ríkti mikill fögnuður, gagnrýnenda og fólksins í salnum, háskólabíói, vegna þessara tónleika. Og þetta var sönn ánægja fyrir mig. En kannski mikilvægast af öllu að leið og ég kom til Bloomington og hafði verið tekin inn sem doktorskandidat sá eini það árið að þá var mér falið að stjórna hóp innan skólans sem var nú orðin bara býsna þekktur allavega í Bandaríkjunum og hét New Music Ensemble og ég tók við honum bara leið og ég kom og leið tók ég við kammerkór sem var skipaður innsöngurum eiginlega óperusöngkonum og söngurum sem hét Chamber Singers og þetta tvennt náttúrulega gladdi mig mjög mikið og mikill heiður og ég gat einhvern veginn ekki hugsa mér að fara heim eftir 1, 2, 3 ári eða hvað það var og hafi ekki aðgang að svona hóp tónlistarmanna og því var það að ég fór að hugleiða hvernig var hægt að koma slíkum hóp á laggirnar og það var strax 1980 og þegar ég kom heim í sumarfrí eða jólafrí þá hóaði ég smátt og smátt saman þessu fólki sem myndaði undirbúnings stjórn hljómsveitarinnar og ég hérna að horfa á mynd sem að fylgir þessu tali mínu og þá sé ég Ásgeir Sigurgeirsson, doktor Ingjald Hannibalsson, doktor Guðmund Emilsson sem var nú ekki doktor þá, Sesselju Halldórsdóttur, Anna Guðný stendur fyrir miðju og hún var reyndar ekki í sjálfri undirbúningsstjórninu, hún var, eins og áður við komum fram, hún var starfsmaður í nokkuð misseri þegar við vorum að leggja upp. Þarna líka mynd, þarna Þorkell Jóelsson og svo það doktor Þorsteinn Hannesson, þá Sigurður Í. Snorrason og loks Hafsteinn Guðmundsson. En hann stúderaði líka í Bloomington á sínum tíma. Þannig var kveikjan að íslensku hljómsveitinni og ég hef ekki fleiri orð það. Þá voru sett lög og hver væri markmið hljómsveitarinnar. Til dæmis var lögð áhersla á það að þetta væri atvinnuhljómsveit, greiddi laun samkvæmt töxtum Sinfóníuhljómsveitar Íslands, sem var náttúrulega alveg brjálæði í sjálfu sér, en það var engin ástæða til þess að stofna eina gruppi viðbútt þar sem fólk spilaði ókeypis. Og svo við stefndum mjög hátt og svo í þriðja lagi að leika frumflýti á hverjum tónleikum verk eftir íslenska höfunda, gefa ungum söngurum tækifæri og eiginlega bara öllum sem að höfðu menntað sig á þessu sviði en vantaði, menntað sig á þessu sviði en skorti svið til að koma fram á. Það er ekki eitt háskólabíó. Og það
komast ekki allir upp á það í einu, sko. En þegar ég lít yfir hópinn í Sinfóníuhljómsveit Íslands, þá þetta sömu andlitin, nema nú sumir orðnir eldri og sumir bara hættir, sökum aldurs. Og nýir komnir inn. Já. Þú varst búin að mennta þig í Bandaríkjunum og hvað var það svona fyrst og fremst sem hvatti þig í þetta sem verður nú að kallast risaverkefni? Meinarðu hljómsveitin? Já. Ég hef ekki hugmynd um það nema bara ég hef alltaf verið að stofna hljómsveitir, alveg frá ég var lítið barn. Já. Eða einhverjum svona grúppur. Já. Og svo var ég náttúrulega í Bloomington með mjög frægt ensemble sem hét New Music Ensemble sem doktorskandidat þá bara fékk ég það í hendurnar og skipulagði allar tónleika og valdi repertoárið og þeim tónleikum var öllum útvarpað National Public Radio, NPR, sem út all, sem eiginlega háskólastöðvar Bandaríkjanna. Þetta ensemble var á sínum tíma, það gat náttúrulega verið allt. Það gat verið ein flauta, eins og Calais, ég man við fluttum alveg heila tónleika með norrænu verkum á. Þá var flutt Calais og svo líka flutt allt upp í 30-40 manna verk. Voyage Through the Golden Screen eftir Per Nørgaard, held ég mig að segja. Og ég var bara, mér þótti svo vænt þetta ensemble, mig langaði bara til þess að reyna að koma upp svona ensembli á laggirnar hér heima. Það nú ekkert öðruvísi. Og svo var náttúrulega verið að viðurkenna það að kennari mínir allir sem einn voru búin að segja mér það að það væri engin spámaður í sínu landi og Björnstan sagði til dæmis við mig að ég skildi búast við því fyrst að fá að stjórna einum eða tvennum tónleikum og svo ég bara kasta mig til sunds og aðalega í útlöndum. En það var nú bara ekki hægt að alveg þá leið. Jú, það var hægt á þessu tímabili því að Ballus og Kvæntur. En þegar ég kom heim þá var það og Jón Emil kom í heiminn. Þessi elska. Þá var náttúrulega ekki hægt að vera að flækjast þarna hríð mikið útlönd. En ég var samtímis ég stofnaði þessa hljómsveit með mínu góða fólki og þá var ég alltaf að flækjast til útlanda því að Bernstein hafði sín sambönd og hann var búinn að einsetta sér að hjálpa mér og hann gerði það. Þannig að ég var að flækingi þarna á sumurinn aðalega. Öll þessi fyrstu ár frá 80 til 81, 2 til 85 var ekkert að segja frá þeir reyndar. Þá ert þú að stjórna út í Evrópu? Já, Skandinavíu og bara hér og þar. Því að þetta starf mitt með íslensku hljómsveitinni fólst náttúrulega að miklu leyti í því að sitja á skrifstofu og skipuleggja. Já, einmitt. Og svo bara má segja að það hafi nú verið farið að stað með ansi miklum bravúr því að hljómsveitin leggur í
tónleikaferðalag Svíþjóð 1983. Já, þú manst þessi ártöl. Það er eftir fyrsta Starfsári, já, einmitt. Og þar var hjálparhellan okkar Jöran Berjendal, Görgan, sem hafði skrifað talsveit íslenska tónlist og var einu New Music in Iceland, Já. eina bókinum sem hefur komið út, þar sem er svona yfirgripsmikil nýja músík á Íslandi. Hann kom og hlusta á því spila með hljómsveitinni og svo var okkur búið þarna Svíþjóð. Já. Það var heilmikið ferðalag. Það var heilmikið. En áður en við gátum haldið fyrstu tónleikana, þá þurfti nú að annast miðasölu. Já. Við segjum okkur frá því. Já, það var náttúrulega farið á stað til þess að reynda að safna áskrifendum. Því að það náttúrulega það eina sem gildi, það að reyna að fá fólk til þess að verða áskrifendur. Þá getur maður haft á einhver að byggja. Þá ætlum ég að skjóta því að ég hafði samband við skýrsluvélag ríkisins og spurði hvort það væri ekki hægt að prenta út límmiða á svona helstu tónlistarinn undir þjóðurinn. Já. Og þeir eru nú dálítið hissa á þessari beiðni, en svo var hún sett fyrir einhverja nefnd og þeir fóru að velta fyrir sig hvernig ætti nú að hverjir væru tónlistarinn undir og hverjir ekki. Þetta var náttúrulega... Þetta var fyrir daga persónum. Ég ætlaði að fara að segja það. Það hefur ekki gengið í dag. En það var nú ekki svívirðilegri aðferð en svo að það var bara ákveð að sum póstnúmer hefði meiri tíma aflögu heldur en önnur póstnúmer. Og það svínuvirkaði. Segðu okkur frá því. Já, það bara okkar heimili varð, má ekki segja það, Gamla bíó. Við spilum auðvitað víða. Gamla bíó og Fríkirkju við Öðrellu. Já, en ég meina fyrir tónleika. Já. Og í Bústaðakirkju spilum við talsveit mikið. Seinna. Já, en fyrsta árið erum við í Gamla bíó. Já, við þurftum að gera samning við Garðar. Já, akkurat. Og það var ekki ódýr. Nei, það þurfa allir að hugsa sitt. Já. Og síðan bara, gekk þetta nú bara nokkuð vel. Og svo auðvitað var alltaf lausa sala miða líka. Já, það var bara bókstaflega fullt, uppselt að áskrifendum. Og svo þurfti náttúrulega að senda áskrifendunum gíróseðla. Já, segðu okkur eitthvað svona úr innviðinu. Já, þetta var nú bara eitthvað sem ég kunni ekkert á og fór bara í banka held ég og keypti gíróseðla, sem var náttúrulega allir númeraður og svona, vélritaði þá. Var fljóta því náttúrulega, en svo áttaði ég mikið á því að það hefði enginn bent mér og það væri sniðugt að skilja eftir eitt aftasta eintaki af gíróseðlinum. Þannig að ég hefði eitthvað tök á því að vita hver væri búin að borga og svona. Já, og þetta, ekki var að segja mér frá þessu. Nei, og ég leitaði nú oft til Ingjaldar því að blessu sé minning hans, því að hann var mjög ráðagóður með allt svona, allavega fyrsti skammturinn fór sem sagt svona út og þetta tók taldinn tíma sem að koma þessu smala í nöllum þessu peningum. En maður lærir af þessu. Þegar hér var komið sögu í samtali okkar Önnu Guðnýjar fyrir 2 árum og þetta er talað í septemberbyrjun 2022, þá leituðumst við út í tal fjármál íslensku hljóðstöðunar og þá vandaðist nú málið svolítið fyrir Önnu, skiljanlega, en hún talaði það við mig að hún myndi það vel að það væri hefði ekki verið talað annað en pening á stjórnarfundum og það sæist nú best í fundagerðum íslensku hljóðstöðunar. Enda líka var það ekkert álitaverk
að afla tekna til þess að halda úti svona hljómsveit og kostaði milljónir á milljónir ofan meir sig þá daga. Ég ætla að lesa hérna í staðinn 2 málsgreinar úr skýrslu stjórnarformanns GE fyrstu 5 ár starfseminnar. Hér tilvitnun. Stjórnarmenn Sinfóníuhljómsveitar Íslands, þetta er Morgunblaðinu 3. október 1982, voru spurðir að því hvort þeir óttuðust harða samkeppni við þína nýstofnu íslensku hljómsveit. Gæsalappa, það er engin ástæð til að óttast það. Gæsalappi loka, sagði Jón Þórarinsson og hélt áfram. Sinfóníuhljómsveit Íslands og íslenska hljómsveitin styðja hvor aðra. Bæði er að efnisval íslensku hljómsveitarinnar og Sinfóníuhljómsveitar Íslands er eðlis ólíkt og eins er það staðreynd að eftir því sem tónleikum fjölgar og fjölbreytni verið meiri stækkar áheyrendahópurinn. Og eins og ég sagði, Morgunblaðið 3. október 1982. Þetta er nú kannski ekki alveg sammála þessari skilgreiningu og þessari bjartsýnis afstöðu Jóns Þórarinssonar, enda líka var Sinfóníuhljómsveit Íslands 90% á að giska styrt af opinberum aðilum en íslenska hljómsveitin nánast hverfandi. Og má eiginlega segja, til að gera langa sögu stutt, að þetta hafi tekist á vinstra og hægri öfl í landinu í þessum skilningi. Og annars vegar ríkisstofnun og hins vegar eins og útvarpið til dæmis og hins vegar bara hópur bjartsýnismanna. En á baksíðu þessar skýrslu frá 86 fyrirgefið er mynd sem birtist nú á skjánum hjá okkur og þar stendur fyrir neðan og allar þessar tölur miðast við árið 1986, 5 eða 6 og eru framreiknar hér. Myndin hér ofan gefur góða yfirsýn yfir starfsemi íslensku hljómsveitarinnar til þessa. Lengst til vinstra á myndinni er kvarði sýnir krónur í þúsundum taldar. 1000 samanber 1 milljón. Fyrir neðan myndina til vinstri eru skráð starfsár hljómsveitarinnar. Upp að hverju ári rísa 2 súlur, svo til vinstri táknar heildatekjur IH á viðkomandi starfsári og svo til hægri ríkisstyrk. Upphæðirnar sem súlurnar gefa til kynna eru allar framreiknaðar til núgildis, það er að segja 86, samkvæmt lánskjaravísitölu desember 86. Línurit rís skáhaldi við myndina og sýnir aukning á tónleikahald á tímabilinu 1982 til 85 úr 10 tónleikum 82 í 33 tónleika 1985. Myndin staðfestir að á sama tíma umfang rekstrar stór eykst stendur ríkisstyrkur nánast í stað að verðgildi og minnkar stórlega sem hlutfall af rekstrartekjum eða úr 25% á fyrsta ári í 10% 1985. Tölurnar fyrir starfsári 1986 til 87 eru áætlaðar. Kostnaðarskuldir frá 1981 eru hins vegar ógreiddar. Það undirstrikist alls krónur 1,5 milljón á núvirði. Af þessum skuldum, þar sem núvirði 86, ef þessum skuldum verður ekki eitt í bráðasta, eyða þær hljómsveitinni.
nær hallalaus rekstur í 5 ár þrátt fyrir aðeins 12% ríkisstyrk að meðaltali dugar að sjálfsögðu ekki til að greiða þær niður. En að auki þetta fjármálin, þó þessi þreytandi og leiðalegt, þegar hljómsveitin hætti rekstri eftir 10 ára starfs, þá var hún skuldlaus. Geri aðri betur. Nei, þetta var mikilvæg starf fyrir marga og skipti máli að sjálfsögðu, því þetta var eitthvað sem fólk gekk að, var fast. Já. Þessi tónleikar yfir veturinn og fyrir þetta reynsluna þá var þetta fjárhagslega líka mikilvægt fyrir fólk.